Hér eigum við að finna miðpunkt þessa hringboga og síðan að klára hringinn. Þá byrjum við á því að við tökum hér bara á óákveðnum stað, ekki of lítið, heldur hérna nokkuð svona langa línu og aðra sem er svona cirka í 90 gráðu við hina, ekkert nákvæmt, en bara svona cirka. Og síðan tökum við hérna með bogaskurði, setjum við hérna í þennan, tökum boga hérna og hinum megin. Sama hér. Látum þetta skerast hér saman. Hitti ég ekki alveg, þannig ég verð að hætta hér örlítið við. Og gerum við með sama hætti hér. Hér í punktinn. Tökum línu hér og aðra hér. Síðan í gegnum þessa punkti hérna. Strika ég línu. Strika ég bara létt af hjálplínur, þannig að striku það létt. Aftur hér og í punktin hér. Og þá er þetta miðpunkturinn á hringnum, þar sem þessar línur skerast. Og til að klára hringinn, þá setjum við hér odd í. Stillum hann er rétt að breyta á milli. Getum aðtúa svona hvort að við hefum ekki verið nokkuð nákvæm. Og svo tökum við hér hringurinn kominn. Hér erum við að finna öll þessi horn, gráður og öllum þessum uppnum hornum hérna með gráðuboga og skrifa hérna inn á þessa töflu. Og við gera það með þeim hætti. Ef við tökum hérna þessar hérna tvær gráður, þá er þetta A1, A2 hérna. Þá látum við oddinn, þá látum við gatið hérna akkurat vera á oddi þar sem að þessa línu hérna skerast og látum þessa hérna fylgja eftir grunnlínunni. Síðan hér ætlum við að lesa þetta hérna hot út A2. Þá byrjum við hérna á núlinu og lesum það í þessa hjáttina og þá er A2 40 gráður. Þá skrifum við hér 40 gráður. Hér þurfum við ekkert að færa þetta því að þetta er bara hornið hérna á móti og við getum þó sem gert það með tvennum hætti því að bein lína er 180 gráður og ef við drögum þessar 40 gráður frá þá er 140 gráður eftir. En eins getum við líka að lesa þetta hérna á gráðubóganum. Hérna er 0. Svo lesum við okkur hérna. Og hér 140 gráður. Og skrifum. Svona takiði öll hornin hérna á þessu.